Góði gestir, ég held að sé rétt að við hefjum leikinn. Velkomin á þessa innsetningarathöfn fyrir Geir Gunnlaugsson, prófessor í hnattrænni heilsu. Ég heiti Daði Már Kristófersson og forseti félagsvísindasviðs, sem fyrir þá sem eru utan veggja háskólans þá heyrir sem sagt félags- og mannvísindadeild undir félagsvísindasvið og ég mun stýra þessari athöfn hér í dag. Sem að fer þannig fram að ég ætla að byrja á því að fjalla aðeins feril Geirs og hann mun síðan fá tækifæri til þess að raunverulega fjalla það sem að honum dettur til hugar. Í hálftíma erum við hér þá og fáum að njóta þess að hlusta á það sem að hann telur helst að eigi erindi við okkur á þessum tímamótum. Nú síðan höfum við dálítið rúman tíma til umræðina og þið getið þá svona velt fyrir ykkur meðan á hans fyrirlestri stendur hverju þið mynduð vilja bauna á hann í kjölfarið. Síðan munum við fara hér upp í kaffistofuna sem er hér upp á annarri hæð í vesturendanum í Odda og þykja þar veitingar, spartanskar mjög í boði háskólans, vatn og brauð og einhverjar umframveitingar í boði Geirs sjálfs sem eru þá allt sem er eitthvað verulega bitastætt í boði Geirs, hitt tók háskólinn. Það er alveg sérstaklega ánægjulegt að fá að stýra þessari athöfn og það þannig að Geir til þess að gera nýkomin til Háskóla Íslands og í ljósi þess hvernig bakgrunn hann hefur að þá hefur hans framgangur komið svona utan við eðlilegt framgangskerfi í háskólan, svo kallar flýtiframgangur sem er þá þannig að þegar nýjir starfsmenn hefja hér störf þá fara þeir strax í einhvers konar mat og sem sagt dæmdur þá hæfur til þess að gegna stöðu prófessors við Háskóla Íslands, ráðinn hér í sumar í starf sem er sameiginlega fjármagnað af félagsvísindasviði Háskóla Íslands og heilbrigðisvísindasviði. Inga Þórsdóttir, forseti heilbrigðisvísindasviðs, situr þarna og þetta er svona, ég held meinu svo ætti að segja að Inga hafi nú verið hérna svona í hlutverki ljósmóður ef ég má hérna segja það í því að þetta náðist, þessi árangur að ráða semst í svona stöðu sem tengir þá sviðin tvö saman og það er kannski mjög hérna viðeigandi að Geir sem hefur líka svona merkilegan þverfræðilegan bakgrunn sitja einmitt í þessari stöðu. En þetta tengir þá saman félagsvísindin annars vegar og læknisfræðin og lýðheilsuna sem er inn á heilbrigðisvísindasviði hins vegar. En eins og ég segi, ferill Geirs er langur, hann lauk læknaprófi frá Háskóla Íslands 1978, verður síðan barnalæknir í Svíþjóð 1990, líkur doktorsprófi frá Karolinska 1993 og raunar meistaraprófi ofan á doktorsgráðuna sem er nú svona svolítið óvinnulegt í lýðheilsuvísindum frá Karolinska 1997. Og öfugt við kannski marga af mínum kollegum og svo sem mig sjálfanum út í það farið að þá byrjaði hann störf sín sem læknir og hefur sem sagt viðtaka það sem við myndum kalla praktíska reynslu. Var á Borgarspítalanum, læknir á Höfn og Hornafirði, en heldur síðan til útlanda og það er nú kannski einmitt þetta með hnattræna heilsu og svona alþjóðlega tengingar sem er dálítið rauður þráður í ferli Geirs. Er sem sagt læknir í Guinea-Bissau 82 til 85, kemur til Svíþjóðar aftur og er við barnalækningar á Karolinska og samt Jöran, síðan þá ráðgjafi í Guinea-Bissau aftur frá 93 til 98, kemur aftur heim eða til Svíþjóðar öllu heldur í akademisk störf þar frá 98 til 2000 og síðan þá heim 2000 til 2009, forstöðumaður miðstöðvar heilsuverndar barna við heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, aðjúnkt við læknadeild 2004 til 2007 sem er nú yfirleitt embætti sem gegna meðfram öðrum störfum eins og Geir gerði á þeim tíma, prófessor í lýðheilsu við Háskólann í Reykjavík 2007 til 2009, nú síðan þá landlæknir frá 2010 til 2014 og nú loks frá árinu 2015
prófessor í hnattrænni heilsu við Félags- og mannréttindadeild Háskóla Íslands. Hann hefur gegnt fjölmörgum trúnaðarstörfum í gegnum tíðina, til dæmis kjörræðismaður Gínea-Bissá, en eins og þið heyrðuð á yfirferðin yfir ferilinn, að þá hefur hann einmitt tengst mjög mikið því landi í störfum sínum og raunar rannsóknum líka í gegnum tíðina. Í þróunarsamvinnuráði utanríkisráðuneytisins og fjölmörgum sambærilegum ráðum. Rannsóknar áherslunar. Nú það þannig að prófessorsstaðan fyrst og fremst veitt á grundvelli rannsóknarvirkni viðkomandi, ekki starfa áður en hingað kemur, heldur fyrst og fremst rannsóknarvirkni, og þess vegna erum við á margan hátt fyrst og fremst kannski að heiðra rannsóknarframlag sem að þá talið nægilega umfangsmikið til þess að hljóta þetta sem þá æðsta nafnbót eða staða sem að fólk gegnir innan háskóla. Og það eru kannski rannsóknar áherslurnar sem þar á leiðandi ástæða til þess að víkja sérstaklega. Nú höfum við gefið út svona bækling, og ég vona að þið takið öll bækling, en í þessum bæklingi að finna yfirlit yfir svona það sem ég hef verið að stikla á, en líka mjög nákvæmt yfirlit yfir rannsóknarframlag Geirs, sem hefur fyrst og fremst kannski verið á sviði barna, bæði heilsuverndar barna, félagslegra og efnahagslegra áhrifaþátta á heilsu og þroska barna, þjónustu við börn og hvernig bæta má hana. Og sérstök verkefni hafa snúið að til dæmis uppbyggingu á heilbrigðisþjónustu sem þá óvenjulegt, myndi ég segja, af einhverjum í stöðu Geirs, að hann hefur þá bæði verið í akademísku rannsóknunum en líka í því að hleypa, eða framkvæma það sem að hann hefur þá verið að rannsaka og hefur til dæmis í störfum sínum sem landlæknir hér verið í uppbyggingu á gagnreyndri þjónustu, sem þýðir þá þjónusta sem að hefur verið viðurkennd í rannsóknum. Þannig að hér þá verið að byggja upp sameiginlega þekkinguna og beitin. Og eins og áður kom fram, jafnframt verið í heilsutengdum rannsóknum í þróunarlöndunum, sérstaklega í Gínea-Bissá. Nú umfram það sem að snýr að börnum sérstaklega, að þá getið séð hér að hann hefur líka stundar rannsóknir á smitsjúkdómum og því sem tengist smitsjúkdómum og áhrifaveldum þeirra, meðal annars kóleru, þeim hörmulega sjúkdómi sem við spjöllum nú aðeins við Geir hér, og hann lýsti sjúkdómshlaupinu og það rísa hárin á hnakkanum á manni þegar maður heyrir hvers konar skelfingar þar á ferðinu. Ég ætli sjálfur sér ekki að láta þennan inngang verða lengri. Mér langar til þess að bjóða Geir velkomin í pontu og hann mun þá fá tækifæri til þess að leiða okkur í sannleikanum það sem að hann vill kynna okkur hér í dag og þið síðan í kjölfarið að spyrja hann spurningar. Gjörðu svo vel, Geir. Þakka fyrir Daði, það mér sannarlega ánægja að fá að vera hérna með ykkur og mörgum góðum einstaklingum og andlum sem ég þekki og öðrum. Þannig að, og fá tækifæri, kannski í fyrsta sinn á einn eða annan hátt, að segja ykkur litla sögu. Ég kalla erindið Þroskasaga Pills úr Laugarásnum. Og það ég svona early childhood maður og ég sannfærður að ýmislegt í mínum ferli á rætur þar sem ég aldist upp. Í Laugarásnum, ég fæddur undir í Svíþjóð, móður mínu hérna, og hefur alið mér vel upp og á Laugarásnum hef ég alið 25 ár var ég eiginlega, 20 ár rúm. Og hérna voru leikun, hérna Langholtsskóli, Vogaskóli og svæði í kring Sundahöfni núna og þarna hef ég hlaupið borið út Morgunblaðið og ýmislegt annað. Og ég í fjölskyldu, það sem margir heita Geir.
og það þarna uppi þar sem ég var skírður. Ég svona plokka steina með pappa og afa mínum sem hét Geir og svo varum náttúrulega fermdur eins og lög gerðu ráð fyrir. Ég fór í brúavinnu, afi minn var vegamálastjóri á þeim tíma fyrir áður sko og síðan var það fótbolti sem átti hug og hjarta og svo fór ég með pappa og mömmu til Grikklands rótum. Ég held að mamma að þú kannski, og maður áttast ekki alveg á því hvað þetta hefur mikil áhrif. Og þetta var á ákveðnum tíma þar sem maður sá allt annað líf og allt aðra menningu. Og svo það dans, ykkar vita það ekki. Ég var fyrsti íslensku pöri sem fóru á erlenda grund til að keppa fyrir Ísland. Og ég get alveg sagt ykkur það að þau eru ótrúlega flott í dag, við vorum allt öðru level. Stúdent í MH, fór til Bandaríkin í 1 ár, tæpt ár, kynntist þar góðu manni, Rodolfo, Mexikana, og við komum heim með Mexikanahatta. Ég veit ekki hvernig okkur tókst að koma þeim í flugvélina, og svo náttúrulega konan, Jónína, sem ég kynntist á þessum tíma, og þannig erum við 1978 þegar vorum að útskrifast, hún efnafræði og ég úr læknisfræði. Þannig að þetta svona ákveðinn bakgrunnur. Og svona, 76, þá birtist þessi mynd á baklið Vísis og það sem stóð þá var þessi stórmynd og þessu íslenska þjóðin ætti að taka þennan unga mann sér til fyrirmynda til að bæta heilsuna. Það voru stór orð, en það hjólaði allan bæinn. Ég fór á Höfn í Hornafjörð, yndislegu staður, var þar í 1 ár, ég sé nokkur andlit frá þeim tíma því það var líka lagður grunnur að góðri vináttu. Dásamleg heilsugæslustöð. Það hefur þýðingu að ég hef þessa síði hérna. Vegna þess að það var ótrúlegt að vinna á heilsugæslustöð eins og var á Höfn í Hornafirði. Glæsileg aðstæða, 2500 maður sem vorum að þjóna. Við tókum þátt í ýmsu spennandi verkefni þarna fyrir austan, meðal annars Stokksnesköngunni sem þá það sem við börðumst fyrir þeim sem þið sjáið frið án vopna. Og með mér í þeirri baráttu var Ólafur Ragnar Grímsson, þá ekki orðið forseti og ég veit ekki hvort hann orðið raunsær í dag. En þannig eru málin. Við vorum þarna áttum með fína stund líka, við vorum 2 læknar þarna, Þórður G. Ólafsson og áttum frábæra stundi saman. En það nefnilega þetta inngangur að því hver ég og hvað ég gerði. Vegna þess að við fórum til Gíneu-Bissá frá Höfn í Hornafirði. Og ef þið sjáu línuna sem sker Ísland og fylgja henni niður á rauða blettinu, þá þetta nánast, það ekkert land í prinsip. Það bara beint til Gíneu-Bissá. Og það eru bönd sem halda enn. En hélt þá að það væri 2 ára dvöl. En við fórum og vorum hérna í Bissá, höfuðborginni, þar vann ég sýni ykkur örlítið það. Svo verið mikið hérna fyrir austan, í Gabu og Búesæðinu hérna. Og síðan höfum við verið mikið hérna á þessu sæði, Kinjamel og síðan höfum við náttúrulega búin að vera út alla Gíneu-Bissá. Því ég mun segja þessum Gíneu-Bissá og þið munu þurfa aðeins að átta ykkur á. Þetta lítið land, 36.000 ferkilometrar, rétt rúmið þriðjungur Íslands, stærri Íslands. Og á þeim tíma þegar við fórum 800.000. Ég fór beint inn í heilsugæslu. Og ég vann þar, allir hef ekki séð 2000 börn á hverju manni, cirka. Sem komi í rúllandi inn. Og þannig skrifborðið mitt. Ég með töflurnar fyrir fram að ég betra að gefa beint heldur að reyna að skrifa lyfseðla því það var algjörlega vonlaust. Og síðan eru þarna félagar minn, þetta eru 3 heilsugæslustöðvar, þær voru 6 + 1 miðstöð, þannig að 7. Þetta eru heilsugæslustöðvar þar sem ég vann. Og munurinn á þessum heilsugæslum með það sem var á Höfn í Hornafirði alger. Alger. Þannig að aðstæðan var gjörólík. Á þessum árum þá hafði ég enga reynslu af rannsóknum. Ég tel að ég hafi farið úr læknafræði, læknisdeildinni, án reynslu af rannsóknum eða einhvers konar eksponum. Kannski sá ég það ekki. Kannski var ég ekki þess
þengjandi, það var kannski hluta mér sjálfur. En því ég kem þarna að þá eru fyrsta raunverulega því að byrja að gera, við fórum í bólusetningarherferð og bólusettum 1500 börn og af hverju ekki þá að tékka á næringarástandinu með þá þekkingu sem ég hafði á þeim tíma. Og við gerðum það og hérna er náttúrulega Jónína strax á fullu saman í og hérna er hún Abba sem í dag er alþingiskona, einu okkar góðu vinnu í Gíneu-Bissá. Og hérna eru við í Prabis í lok árs 83 að þá tengist ég rannsóknarverkefni sem doktorsnemi við Karolinska Institutið sem er Lars Smedman, hann hélt utan það malaríu og mislinga. Þannig að þar fór ég inn í skipulegt rannsóknarsamstarf. Og þá var það. Þetta er eitt af því sem vakti áhuga minn. Ég er inn í umhverfi þar sem konur eru að koma börn sín og það er almennt talið að konur í Gíneu-Bissá að þær hafi ákveðnar hugmyndir vonda mjólk, brjóstamjólk, sem er grundvallaratriði í næringu ungbarna og ég tala nú ekki landi eins og Gíneu-Bissá, þar sem nánast allir á þessum tíma voru með barni á brjósti kannski 1,5 ár. En það var mauraprófið. Mér fannst það mjög exótískt. Og þær tóku maura til þess að tékka hvort mjólkin væri góð eða vond. Og þá voru það 3 meginþættir sem menn pældi í, hvort var móðirin sem sagt vond brjóstmjólk, ef móðirin var það veik, hvort hún var veik, það var það kynlíf, framhjáhald til dæmis, eða brjóstamjólkin leit eitthvað skrítið út, kólostrum, upp að brjósta, fyrsta mjólkin og svo barnið, ef barnið vex ekki, þá fullt af hugmyndum kringum það, hvers vegna. Og þá gerum maður mauraprófið, þá tekur maður maurinn og setur hann í svona mjólkina og tekkar á því. Ef maurinn lifir þá er það góð brjóstamjólk og heldur áfram, ef hann deyr þá er það vond brjóstamjólk, þá fer í meðferð. Þannig að þetta var eitt af fyrstu verkefni sem ég fór í og við söfnuðum saman upplýsingum með þetta og þetta var upp að doktorsverkefni sem var sem sagt brjóstamjólk. Og þá var það annað sem vakti líka aðeins sem sagt, þýðir þetta, hvernig er það að brjóstamjólk og byrjun brjóstagjafar, er hún eitthvað háð mismunandi þjóðernishópum, af því það varu hugmyndir það að ákveðnir þjóðernishópar frestuð að byrja og leggja barnabrjóst. Og það vitum við sem erum í heilbrigðisþjónustunni að það er eitt af þeim málum sem er talið eitt af brýnustu málum að setja barn snemma brjóst. Til þess að styrkja ónæmiskerfi, styrkja vöxt og þroska þess. Þannig að við tókum þennan Balantahóp og við sjáum það að Balantahópurinn, sem er sá stærsti í Gíneu-Bissá, hann byrja sannanlega seinna að byrja með brjóst, en það er ekki algilt. Þannig við þurfum að vera varkár að draga ályktanir það að segja að allir gera eins og eitthvað er sagt að ég vera, líka í Afríku. Þannig að þetta var sem sagt, við beittum mjög innovatífum aðferðum varðandi að gera, það er ekki létt að fá þessar upplýsingar. Það lítur létt út á grafi. En að fá upplýsingur þar, hvenær barn er sett á brjóst í Gíneu-Bissá, er ekki létt. Og þetta er, en við náðum 75% öllum mæðrum innan 3 daga frá fæðingu, sem er bara frábært. En úr þessu var bara doktorsritgerð. Ég og Jónas skrifum greininu kólostrum, byrjum brjóstagjafar, birtum hann í Social Science, við gerðum faraldsfræðilega greiningu á þessu, til þess að reyna að meta á hverju konur voru að fresta brjóstagjöf. Við pældum í survival, hvernig það hafði áhrif á lifum barnanna og þroska þeirra og vöxt, sem við birtum í breska barnalæknatímaritinu. Við höfum verið að skoða hvaða áhrif þetta hefur á niðurgang, hvernig þetta var með rótavírus og síðan var þetta verkefni kom svona eiginlega í kjölfari og er ekki hluta mínu doktorsverkefni þegar við erum komið niður í sellurnar, sjálfa gamma delta T frumur í brjóstamjólkinni. Því það er vita
að í kolostrum, fyrsta mjólkinni, sneisafull af þessum frumum sem geta haft og varið barni fyrir sýkingu og það almennt, og þetta ennþá aktúal spurning í dag í fræðasamfélaginu, af hverju vegna þess að menn eru að velta fyrir sér, af hverju eru nýfædd börn að deyja í svona miklu mæli sem þau í reynd gera. Og ég gat ekki stillt mig að segja þetta sem sagt, þetta hefur fylgt mér nefnilega, þessi hérna í austurafríska með læknablaðinu samskonar hluti í Tansaníu. Það sem ég skrifa þessa grein meðal annars með Ingo H. Wander, sem sjá hérna og Ted Greiner og Ívar Ragnarsson. En H. Wander var sá sem tók á móti mig þegar ég kom frá Íslandi og stoppaði stutt við til að mennta mig áður ég færi. En ég varði ritgerð 1993, byggði á þessu og það var spurning transmission of qualities through breast milk. Ég veit að það var umræðan það, þetta þætti of ljóðrætt titill. Doktorsritgerð á að hafa heiti sem þungt og svona the immunogenetic impact of early initiation of breastfeeding through eða eitthvað. En þetta kallast á sænskuna spíka doktorsafhandlingen. Og viku seinna var ég komin til Gínea-Bissá. Og þar unnum við, þetta húsið okkar hérna lengst upp til vinstri, þetta leiksvæði krakkana beint fyrir utan sem voru, stofan okkar hérna lengst til hægri, sátum úti alltaf. Og þannig erum við að borða, sjáu þið, afurði garðsins, bananastokkur og krakkarnir, Gunnlaugur og Einar og Ólafur Páll með Hólfíð-systemin sem kennar í strákanum með dóttir þeirra Salveru. Þau eru hérna í skólanum í litla þorpinu Kynjamenn og hérna ég með félögum mínum fyrir utan að héraðslækna og þarna erum við að vinna og við alla tölvum meir og minna á sólarorku. Eða þegar mikil á við ljósamótor. Það er ekki dramakarna. Og þarna eru Rob og Fred Angulo á CDC sem við störfum með að því tíminn í Biombo í 5 ár var ótrúlega. Og við vorum stundum spurða því, ég og Jónina, af hverju að fara aftur til Gínea-Bissá? Af hverju fara ekki eitthvað annað? Okkur langaði að kafa dýpra í samfélagi. Og við vorum í Biombo sem var djúpstæð reynsla. Vann með frábæru fólki og eitt af því sem gerðist var það að það kom kólera. Og ég geti sagt margt og mikið Biombo, mér langar að segja ykkur öll kóleru. Að því þegar kólera kemur, hún kemur eins og högg. Hún rústar öllu. Öllum áallanum, allt sem þarf að gera. Og fólk lá, eins og hérna eru bara fáir. Stundum var fullt. Ég sá þetta, fólk lá algjörlega útmatta og það hefur engi séð niðurgang finna sér kóleru niðurgang. Og kljást við þetta með 30 plus heilbrigðisstarfsfólki fyrir 60.000 manna hér megadæmi. Og það á marga og sterka skírskotun í það sem að gerast í dag í Vestur-Afríku ebólu. Þetta rosalegt mál. Og það verður að gera eitthvað í þessu, þetta var fyrir 30 ára síðan, eða 20. Þannig að þetta ekki ný sannindi. Þetta kom beint í andlitið á okkur núna. Og kóleran, þetta var seinni faraldur sem við höfðum, yfir 3500 case, það sýnir hvernig faraldrar vinna. Og þegar kólera kom, þegar hún kom fyrst 94, 95, þá var þetta í fyrsta sem kólera kom bara inn á svæði, fólk vissi ekki hvað þetta var. Kom með loftinu, kom með hvernig það smitast og hvernig fæja kóleru og hvers konar sjúkdómur er þetta. Þú varst fullfrískur á morgni, þú varst látin á kvöldi. Sterkbyggðir menn eins og þeir hefðu verið í líkansræktinni. Látnir á kvöldi. Þannig að hér er mikilvægt að sé til staðar þjónusta og okkur tókst að bæta hana, en þetta hafði rosalega áhrif. Það geta alveg sagt ykkur. Við vorum undir lög. Þegar við sömu áhrif, það var ráðist á eina heilsugæslustöðina og hjúkrunarfræðingurinn, við erum á lokinni. Það var einn hjúkrunarfræðingur var ásakur að drepa fólk
á annarri heilsugæslustöð og þetta eru samskonar þættir sem við sjáum í dag í ebólu. Við skrifum nokkra greinar þetta með Fred Angulo og Rob meðal annars á CDC. Við tókum fyrir jarðafari. Við reyndum að velta því fyrir okkur, það virkilega þannig að jarðafarir séu svona mikilvæg þáttur í að dreifa smitu við kóleru? Það virkilega þannig? Mér fannst óþægilegt að standa með hermenn og lögreglu og skipa fólki það á að jarða núna. Og það á að sótthreinsa líkið núna. Og þá kemur fólk grátandi og segir, en Gunn ekki kominn, Sigga vantar og þetta svo mikilvægt. Þetta spurning afterlife. Og þetta eitt af þessum stórum málum og Jónína fór þetta með mannfræðisjónarhorni niður á jarðafaraþáttinn og við með faraldsfræðina, við með okkar gögn sem voru einstök, viljum halda fram. Við byggðum upp frábæran gagnagrunn kóleru. Og við skoðum þetta og við komumst að þeirri niðurstöðu, já, þetta hefur áhrif. Og við vekjum líka athygli á því, þetta líka hugsanlega og mjög líklega ekki síður mikilvæg leið til varðandi smitt við ebólu. Svo dæmi sér tekið, við aðra sjúkdóma. Þannig að þetta við pældum mikið í þessu. Við tókum fyrir epidemíuna í Gínea-Bissá á þessu svæði til að skoða dreifingu á dauðsföllum. Hvað var að gerast? Það virkilega þannig að einhverja heilsugæslustöðvar voru svona lélega miðað við einhverja aðra? Og við vorum að skoða, við sáum það, fólk var að deyja í kóleru vegna þess að það fór aldrei á sjúkrastöð, það var að fyrsta. Það var gamalt fólk, það var annað, tíma komið til að deyja. Það voru líka fólk sem bara var í drykkju og sofnaði að kvöldi og var láta á morgni. Það var margt. Það voru þeir fólk sem kom seint inn á heilsugæslustöð. Þannig við unnum með þetta á margan mismunandi vegur og við reynum að lýsa því hérna. Síðan veltum við rosalega mikið fyrir okkur. Hvernig getum við komið almennilegu skilaboðum til skila til fólks? Hvað það sem getum við reynt að breyta hegðun fólks? Duga plagöt. Fólk kann ekki að lesa. Dugir að setja í sjónvarpi. Það ekkert sjónvarp. Ekkert rafmagn. Hvað dugar? Word of mouth gegnum útvarpi. Það eitt af þessu stóru málum. Og við lýsum þessu nokkuð vel. Í þessari grein með Daniels og fleiri fjölum á CDC, þá vorum við að velta fyrir okkur, það hugsanlegt að við erum alltaf að segja fólki, þau áttu að borða sykursaltlaust, drekka sykursaltlaust, það hugsanlegt að smitt sé í sykursaltlausninni og vorum inn á aðal sjúkrahúsinu Bissá. Og það reyndist vera þannig að sykursaltlaust sem stóð öllum til notkunar var smituð af kóleru. Þannig að það var líka hættulegt. Þannig að hvern átt að koma í veg fyrir það og þá var verið að vinna með ákveðna tegund af brúsum og það fyrir utan þessa umræðu. En þetta var gríðarlega áhrifamikil reynsla sem tók mig eftir stutt stopp í Uppsala, var ég komin í heilsuverndarstöðina. Ég segi nú bara svona sjálfur, þvílíkt hús, þvílík saga, þvílíkir draumar, þvílíkt að byggja eitthvað svona upp. 44, 53 opnuð þessi álma. Bara ég get ekki látið það hjá því að nefna. Ég ekki viss við munum þetta lengur. En þetta var einstök, þarna fór ég inn, fór að vinna á því sem við miðstöð heilsuverndarbarna. Frábær tími. Ég ætla að þakka þeim sem ég vann með þar, sem eru hérna, suðumkar. Og 9 ár. Og hvað vorum við að pæla? Eitt af því sem ég fór og sem hafði rosalega áhrif á mig var að kynna þessu frábæra fólki sem er hérna í gegnum tjaldverkefni. Mér Lennart Köhler í Svíþjóð og Michael Rigby. Lennart Köhler bara, hann er svona faðir heilsuverndar í Svíþjóð, barna. Og síðan komu þessi 2 félagar mínir sem ég hef kynnt, Anders Jern og Mitch Blair, sem ég er ennþá í mjög góðu sambandi við. Þeir eru þannig að klappa geirfuglunum, þið sjáu það.
fórum, en það sem við erum að segja, þetta hefur vegna þess að það lifandi umræða heilsuvernd barna á evrópskum vettvangi og hvað að gera. Og ég ennþá, núna, þetta var tjald, svo vorum við í Ritchie, nú erum við komin í eitt verkefni sem heitir Mokka. Segir ykkur örlítið frá því. Og hvað þá annað en að sjá brjóstofjær og allt unni komin við fangið á mér. Og þá það hérna, þarna sjáum við mismunandi algengi brjóstagjafar í mismunandi löndum. Skyldi nú menningin vera að hafa eitthvað að gera hérna? Hefur hún eitthvað að gera? Alveg svo Gínea-Bissá, þetta ekki Balanta, þetta eru belgar. Eða UK, og svo allt fullt á hópinu allir í UK. Eða ef þið skiljið hvað ég að fara. Að þetta brjóstagjöf eitthvað, það ekki eitthvað bara að opna krana og svo rennur hún. Fólk heldur, þetta undir áhrifum af fjölmörgum þáttum. Og þá ég, meðal annars, ég get ekki stilt mig að sína þessa mynd sem við kallum Ice Age hópurinn með Ron Kleinman og hérna heilsugæslan þegar við gerðum eftir 5 ára þar sem við ætlum að gera rannsókn til þess að skoða betur exklusivitet á brjóstagjöf á Íslandi og þið sjáum náttúrulega þannig Inga Þórs, Mari Futrell og Jónatan og þau eru hérna frá Harvard og Massachusetts General, Ron og Pat og þau frá London í UCL, Mary og Jónatan. Og þetta samstarf heldur enn þann dag í dag. Og við erum úr þessu meðal annars, skyldi það skipta máli að vera með barn á brjósti eingöngu í 4 mánuði eða 6 mánuði. Þetta ekki spennandi spurning? Skiptir það nokkru máli? Það eitthvað athyglisvert? Þarf eitthvað að rannsaka það? Við erum búin að vera það og það þykir athyglisvert. Við erum búin að vera að skoða hérna, fyrstalega grein sem sem kom þessa, hvað optimal duration of exclusive breastfeeding? Og síðan það Ólöf Jónsdóttir sem var doktorsnemi, Ingu meðal annars og við vorum þessi hópur en Ólöf var þar í næringarfræðingur og hluta hennar doktorsverkefni. Það sem við erum einmitt að skoða, gerum randomized control trial. Hefur þetta áhrif? Við meðal annars sjáum það að það hefur áhrif meðal annars á framleiðslu brjóstamjólkur. Og við pældum í hérna Introduction of Complementary Food, randomized control trial, þetta var í Pediatrics, hitt í American Journal og síðan erum við hérna í breastfeeding medicine og exclusive breastfeeding 4 versus 6 months og exclusive breastfeeding developmental and behavioral status in early childhood. Það að segja, það hægt að skoða þetta fyrirbæri frá mörgum mismunandi leiðum og áttum og sjónarhornum. Og ég tel og eru núna að reyna að vinna, halda á að byggja áfram. Það annað verkefni sem við líka vera að vinna mikið með, það ofbeldi. Við erum að tala áhrif af þetta á heilsu barna. Við erum búin að tala brjóstamjólk sem gríðarlega sterkan áhrif á þá. Á jákvæðan þroska, jákvæðan nefi. En hvernig skildi það vera með ofbeldi? Ofbeldi gegn börnum, heimilisofbeldi. Við gerðum sögulega samantekt það. Við höfum gert eiginlega rannsókn. Við gerðum síðan survey, spurningalistakönnun, sem hérna reynsla fullorðinna Íslendinga líkamlegu refsingum ofbeldi í æsku, algengi og margbreytilegi andlegs ofbeldis og reynsla vanrækslu. Gerði þetta með samstarfsfólki í Háskólanum í Reykjavík þegar ég var að vinna þar, Inga Dóra, Álgeir og Jónína. Við vorum hérna að skoða og síðan náttúrulega bókin meðal annars sem Svali hérna, held ég, að hinn launhelgi glæpur kom inn í það. Fyrsta lagi var ég ritnefnd með henni og síðan skrifa ég 1 kafla. Þannig að ofbeldi og það sem eiginlega hefur komið mér best á óvart hvaða áhrif þetta hefur á heilsu barna. Og ég ætla að gefa ykkur eina, því ég nú ekki að íþyngingu með mjög vísindalegum scientific graphs, en þetta langar mig til að ég skilji að hérna búið að spyrja 3500 grunnskólanema reynslu þeirra af ofbeldi.
eru að rífast við pappa og mömmu, hafa þið séð líkanlegt ofbeldi heima, hafa þið sjálf verið inn í þessu og svo fannig. Það er að segja, þau börn sem fara inn í erfiðustu reynsluna, það er að lenda sjálf í líkanlegu ofbeldi eða að vera á heimili þar sem viðgengst líkanlegt ofbeldi og þau vilja bara trúa mér. Tölfræði, það eru rauðu súlurnar og þetta eru sem sagt mjög stór effekt á það hvað 14-15 ára krakkar segja. 14-15 ára krakkar. Þetta eru þeirra æsku og þau eru þunglynd, þau eru kvíði, það er reiði, það er sjálfsálit. Þetta eru alvarlega tölur. Og við höfum verið að gera aðra að upplifun af vanrækslu í 1000 manna hóp sem við spurðum eru 11% sem segja ég varð vanræktur þegar ég var æsku. Vanræktur. Og þetta er líka svona, rauða línan er það sem við kallum 1 og við miðum oft við það hvort það er meira eða minna og við erum hérna með held ég 11 þætti, ertu slegin, snúið upp á eyrun, hristur eða hvað felst í þessu, líkamlega refsingar, andlega refsingar, hræða, segja frá, hóta, hæða og svo framvegis. Allstaðar skoraði hátt. Pælið í því. Allstaðar. Þau eru ekkert að pæla. Þessir einstaklinga upplifa það að þeir skoruðu hátt. Að þeir voru vanræktir og þeir hafa þessa reynslu. Síðan er það opið fyrir okkur hvað ætlum við að gera í því. Eitt þáttur sem ég hef unnið mikið með er Monkey Bay, þróunarsamvinnuverkefni Íslendinga í Malaví, suðurhluta Malaví. Og svona var aðstæðan þegar við komum. Þetta var bara ein bygging fyrir 130.000 manns, notabene. Það voru nokkrar aðra heilsugæslur, þetta var aðal heilsugæslur. Á 3 árum var búin að byggja þetta, 2. Og þetta er gríðarleg breyting á þessu svæði og ég ætla ekki að ílenda mig hérna. Það er búið að byggja legudeildir, það er búið að byggja upp og við og endurbætur á Nankumba sem er eitt af heilsugæslur, ríkisreknu og Shillong fekk tótal andlitslyftingu. Og við erum að tala fátækt svæði og ég ætla ekki að þreyta ykkur mikið með svona glærum. Þetta er eingöngu til þess að sýna ykkur líka að við höfum verið að fylgjast með þessu ár frá ári hvernig þjónustan er að ganga á þessu svæði og við höfum verið að skoða, þetta eru að mörguleiti eru svona tölur, það er erfitt að fá þessar tölur, þið trúið ekki, þetta lítur vel á svona korti. En við erum búin að halda og þið sjáu, við erum með 1,1 milljón pluss sem hefur komið á þessar heilsugæslustöðvar sem hafa fengið radikal endurnýjun. Ég tel að þetta sé hluta því að byggja upp heilbrigðisþjónustu í fátækum löndum sem við höfum algjörlega vanrækt. Algjörlega. Við sjáum það. Horfið á ebólu. Horfið á ebólu. Það er stóra málið. Ég hef verið í UNICEF og þarna er mynd af Stefán Inga, Hreini sem er hérna með okkur líka og við vorum komum þarna til Kynjamel 2005 og þá vorum við í Kynjamel, tekið að móta okkur kost á kynjum, dans og gleði og þá steig fram litli strákur sem heitir Geir. Og það er strákur sem ég eiginlega bara, hún var gefið nafni það byrði þegar ég var að fara því að hann var rétt nýfæddur með einni samstrákunu og mér finnst þetta óþægilega. Hún sagði við mig seinna, við gáðum þér nafna, við vildum gefa honum nafn fyrir sterkan mann. Mér þótti vænt það. En þetta opnaði Supermama meðal annars og fjölda samið. Supermama Jumbo er hljómsveit í Guinea-Bissá. Hún kom til Ísland, búin að koma hérna 3 sinnum, tók plötu og þetta er frá tónleikum í Bissá 2009. Þið sjáu hver er efst uppi hérna. Það er hérna Egill að syngja á vídeó
og sjáum fyrir neðan stendur vinátta Gínea-Bissá Ísland. Þetta frægasta hljómsveit í Gínea-Bissá. Og hérna eru þessi Tino og William og Karina, þetta eru með frægustu tónlistarmenn í Gínea og í fremstur vílnu. Og Viva Amizade, Gínea-Bissá Íslandia. Það svona birtingamynd á samskiptum landana. Ég tek þarna við bréfi sem kjörræðismaður fyrir hönd frá utanríkisráðherra 2012 og eftir að hafa tekið það var rétt, þá ég komið og þá svona komið að þessum ákveðnum ferli embætti landlæknis. 5 ár, frábær tími, frábær samstarfsfólk. Við gerum fullt af hlutum. Eitt af því sem var allt í einu komið upp í, sem þið sjáu hér, við erum með að bara að byggja upp og sameina stofnanir sem var landlækni og lýðheilsustöð mega vinna. Og þessu ekki lokið ennþá. En þetta konseptið sem ég gæti ekki stilt mig að sýna ykkur þetta, af því þetta ekki í fjölmiðlum. En við byggðum upp embætti í kringum áhrifafræði með gamla lýðheilsustöð, sóttvarnir náttúrulega, eftirlit og gæði og rekstur náttúrulega, en heilbrigðisupplýsingar. Og þið sjáu lýðheilsu og æviskeiði. Aftur erum við komin að því. Early childhood, hvað þetta hefur áhrif og hvað mismunandi æviskeið krefjast mismunandi nálgana. Og eitt af því sem var komið þarna voru rafrænar sjúkraskrár sem voru komnar inn á borðið landlæknis og alla skrárna þar. Búið að tengja og við unnum mikið í þessu með heilbrigðisvísindasviði og fleirum að byggja þetta upp. En það sem ég langaði til að segja í sambandi þetta þarna líka innifalið verkefni sem uppbygging á sjúkraskrá, rafrænar sjúkraskrá fyrir ung og smábarna í landinu. Og það hún einstök. Ég ekki viss allir gera sig grein fyrir því. Talaði síðast við Inga Steinar í dag og vorum algjörlega saman sem við ber ábyrgð á þessu og með Siggu og þeim. Þessi sjúkraskrá, þú ferð á erlendis, ég búinn að talda erindum þetta margsinnis á erlendir grundu. Sjúkraskrá og ungra smábarna. Og ég notaði þetta, ég sjáum, mann okkur eftir hruninu. Já, kannski einhverju. Og þá notaði ég þessi gögn úr unga og smábarna, ekkert endilega unga og smábarna, en úr rafræna skýrslukerfi landlæknis og fór í gegnum hvaða þættir eru það sem höfðu áhrif á hvort ég geti séð kreppuna í gögnum. Og það nánast ekkert sem ég sá, nema tvennt, því ég ætla að nefna. 1, vaxandi lækkandi hluta, þetta ekki fréttir, við bara sjáum það var eina sem ég sá. Feður taka ekki orlof, fæðarorlof, og síðan það annað að það sem við kallum léttburar, small for gestational age börn, þau eru í vaxandi með. Ég veit ekki hvort það vegna kreppuna, það byrja 2009. Ég veit ekki ennþá hvað það eru rannsóknir í gangi vegna þess. Það getur þýtt einhver vaxtarskerðing, ekki vaxtarskerðing, það sem sagt ekki eins umhverfið barnsins í móðurkviði, það getur verið einhver áhrif að þátti þar. En þetta til frekari rannsókna. Og þá það spurningin, hverjir hafa nú haft áhrif á mitt líf? Mjög margir, ég ætla ekki að nefna fjölskyldum, ég ætla ekki að nefna Jóninu, og auðvitað hafið þið öll á einn eða annan hátt verð. Ég ætla að horfa á það hverjir hafa haft meðal annars fyrir utan þá sem ég verið að nefna. Maður tekur bara það samstarfsfólk sem ég haft hér á Íslandi og sem hefur verið með mér í stríð, í alls konar verkefnum. Þá langar mig að segja Rolf Zetterström. Hann kom til, hann var leiðbeinandi Lassa sem þið sjáu þannig fyrir aftan. Það var ekki sjálfsagt fyrir mig að vera í bussin í Gínea-Bissá og lenda í samskiptum við fólk eins og Rolf. Hann situr í Nóbelsnefndinni, eða satt. Hann var síðan okkar persónuleg vinur, það dó fyrir 2 eða 3 ára síðan og haldið sambandi alveg til dauðadags. Hann
hann var sá sem tók mig inn og breytti, og þarna er Lassi líka, náttúrulega vinur, og María Clotilde de Silva sem var eini barnalæknir í Guinea-Bissau á þessum tíma. Eini. Menntaði. Samstarfsfólki í Biombo. Stórkostlegt fólk sem ég vann með. Mér fannst, ég myndi aldrei fá jafn skemmtilega vinnu eins og að vinna með þeim. En I was proven wrong. Því það var líka fullt af góðu fólki sem ég átti eftir að vinna með. Alberto Zambelletti, það tók mér langa tíma að átta mig á því að hann var padre frá Ítalíu. En hann er revolutionario. Hann er með fólkinu, hann er út í bussen. Og það er hann sem dró okkur í samskipti, það var hann sem tók okkur út í Búe, inn í fúlasvæðið, þar sem Afrika opnaðist. Og Mamadou Kamara, ég tilengaði ritgerðina, doktorsritgerðina mína honum, hann er látinn. En hann er hluti af því sem ég vil kalla, hann er þessi prótótýpa fyrir anda Alma Ata, sem liggur út í þorpunum, sjálfboðaliði, sofinn og vakinn við að reyna að efla heilsu fólks í afskekktum þorpum. Og þá er það, hvað er þetta hnattræna heilsa? Og þetta er alveg á lokin. Já, ég held, hérna er góð skilgreining. Ég segi, var ekkert að reyna þýðan á íslensku. An area for study, research and practice. Sjáðu, study, research and practice. That places a priority on improving health and achieving health equity for all people worldwide. Þvert á svæði, þvert á lönd, þvert yfir, innanlanda, millilanda, milli heimsálfa að vinna að kennslu og rannsóknum og þjónust. Og það er þess vegna, meðal staði og þið, ég er einstaklega ánægður að fá að vera hér í dag og segja ykkur, ég hef aldrei sagt þessa sögu á þennan hátt áður. Aldrei. Þetta hefur verið svona ákveðin vegferð og ef ég segi, ég held að það virðist lógik í þessu, þó að það sé allt kolruglað. Þannig að nú erum við að vinna í heimsmarkmiðunum, við erum að vinna í hnattræna heilsu og við finnst ánægilegt að sjá að það hefur verið með ungu fólki núna í vor að ræða heilsu sem eru hérna nokkur og það er frábært. Fá tækifæri að ræða þessi mál, fræðast þau. Þetta er líka lærdómur fyrir mig, eins og allir kennarar vita. Við lærum með nemendunum okkar. Og hvað ætla ég að gera þá? Það er meðal annars þetta. Kennslan er náttúrulega ofsalega mikilvægt. Það sem ég langar til varðandi kennsluna er að geta dregið og skapað umhverfi og við þurfum á einn eða annan hátt að leita leiða til þess að skapa skilyrði fyrir ungt fólk að fara á vettvang. Takast á við ný og ögrandi verkefni á þessum vettvangi. Því það er gefandi. Ekki bara endilega rannsóknir, sannarlega rannsóknir, en líka þjónustu. Við erum að vinna í ebólu, við erum þegar byrjuð að vinna að ebólurannsóknum. Við erum byrjað að safna gögnum og erum það byrjað að setja hann í gang núna. Það verður spurningakönnun og við erum að vinna með Guinea-Bissau og förum þangað í sumar. Og ætlum að halda áfram með vinnu. Við ætlum að halda áfram með ICE og við erum með doktorsnema í því líka og erum hérna með fulltrúa frá heilsugæslunni og okkar gömlu félagar. Og við erum hérna með Youth in Bissau sem er Youth in Europe, aðlagað af Bissau. Þið sjáu þannig eru krakkarnir byrjuð að fylla út í eyðublöð. Þetta var í pilotstúdíu sem við gerum 2012 og við erum að stefna því að framkvæma þessa rannsókn eins fljótt og hægt er. Það er bara þannig. Það eru spurningar på pening og fleira. Og svo er ég núna í þessu verkefni Mokka
Og þetta myndi hérna með Katrín Fjellsteig og og Ragnheiður Ósk og Katrín eru í External Advisory Board, en ég sem sagt landsfullur og tek fullan þátt með þá Mitch Blair og fleirum, og Daði þarna sem fulltrúi félagsvísinda sviðs. Þannig að þetta voru það bil þau orð sem ég langaði að segja. Og mér langaði enda þessari mynd líka að ég hef verið að minna mikið með börn, ég hef pælt mikið í börnum og þetta þeirra skólaborð sem þið sjáu þarna, 83. Hvað það sem tekur möguleikana fyrir þessi börn að njóta optimal aðhlynningar, vaxta og þroska og skólagöngu? Hvað það? Og þetta það stóra spurningi sem við þurfum að pæla í. Af hverju fáið ekki góða heilsugæslu fyrir þetta fólk? Af hverju fáið ekki skóla? Það jú sannarlega einhverju spilt í stjórnmálum. Það ekki, getur ekki og ekki eina svari. Það ekki það. Þetta ójöfnuður. Og þannig að mér langar til að enda á þessari mynd og ég veit kannski getum við þá opnað. Ég kannski búin að tala því það var bara tekið namnið klukkan og Daði, hann hefur ekkert verið að vinka mér. Þannig að ég biðst afsökunar ég hef farið gróflega fram yfir tímann. Daði.